Komið sæl, ég heiti Ríkey Júlíusdóttir og jarðfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Í þessu myndbandi mun ég fara stuttlega yfir hvernig nota má hina íslensku eldfjallavefsjá, en hún gagnvirk vefsíða og opinbert uppflettirit allar virkar eldstöðvar landsins. Íslensk eldfjallavefsjá öllum opin og hana má nálgast bæði á íslensku og á ensku. Þar má finna fjöldan allan af upplýsingum virkni og hegðun eldstöðva og fjöldan allan af kortum. Íslensk eldfjallavefsjá rituð með breiðan lesendahóp í huga og hentar því jafnt ungum sem öldnum. Íslensk eldfjallavefsjá heimsótt á slóðinni íslenskeldfjöll.is. Á forsíðunni sjáum við staðsetningu eldstöðva á Íslandi. Liturinn við hverja eldstöð fer eftir litakóða fyrir flugumferð. Grænn litur þýðir að engin merki séu að gos sé væntanlegt. Gulur að eldstöðin sýni virkni umfram eðlilegt ástand. Appelsínugulur að eldstöðin sýni aukna virkni og vaxandi líkur á eldgosi eða eldgos í gangi þó með lítilli eða engri öskuframleiðslu. Og að lokum rauður sem þýðir að eldgos yfirvofandi eða hafið, líklegt að aska berist upp í lofthjúpinn eða eldgos stendur yfir og veruleg aska berst upp í andrúmsloftið. Íslensk eldfjallavefsjá fær upplýsingar stöðu eldstöðva í nær rauntíma. Séu eldfjallavártengdir atburðir yfirstandandi, birtist viðvörun á síðunni. Á vinstri hönd listi yfir eldstöðvarnar og hægt að raða honum upp eftir stafrófsröð, síðasta eldgosi, litakóða fyrir flugumferð eða virkni síðastliðina 8000 ára. Hægt að fela eldfjallaskrána með því að ýta á hnappinn fela. Til að nálgast nánari upplýsingar eldstöð skal ýta á upplýsingar eldstöð úr listanum eða einfaldlega að ýta á eldstöðina á Íslandskortinu og velja upplýsingar eldstöð þaðan. Þá birtast upplýsingar eldstöðina til hægri og þær flokkaðar í 5 flokka. Athugið að hægt að stækka, minnka eða fela leshaminn. Einnig hægt að opna PDF-skjal með upplýsingunum. Til þess þarf að ýta á opna sem PDF-skrá sem fyrir ofan flokkana. Þá hleður tölvan niður skrá með öllum upplýsingunum eldstöðina sem svo má prenta út og lesa. Stutt lýsing inniheldur grunn upplýsingar eldstöð, svo sem staðsetningu, stærð, síðasta gos og gosefni. Flokkarnir megin eldstöð og sprungusveimur innihalda lista helstu einkenni, virkni og vá eldstöðvar. Nánari lýsing veitir ítarlegar ritrýndar upplýsingar í 14 köflum þar sem öll megin þekking eldstöð tekin saman ásamt heimildum og myndum. Kortaþekjur gagnvirk kort þar sem notandinn getur hakað við mismunandi þekjur, svo sem gjóskudreifingu og útbreiðslu hrauns. Til að fá lýsigögn valda þekju, til dæmis hraun, hægt að ýta á kortið. Hægt að hafa mismunandi þekjur í einu, svo sem megin eldstöð, hraun og gossprungur. Sé það gert, gott að kveikja á hnappnum skýringar sem ofarlega á síðunni. Íslensk eldfjallavefsjá hefur einnig orðskýringar. Þegar lesandi þarf að fá útskýringar á orði, þarf aðeins að ýta á hnappinn orðskýringar og skrifa orðið eða hluta þess í leitargluggann. Þá birtist ensk þýðing orðsins ásamt útskýringu á íslensku. Íslenska eldfjallavefsjáin býður líka upp á eldgosaleit, þar sem hægt að fá kennistærðir valinna eldgosa. Þegar eldstöð valin ýtt á leitarhnappinn og birtast á upplýsingar gos frá eldstöðinni. Til að fá nánari upplýsingar tiltekið gos á listanum nóg að ýta á það og birtist þá listi. Enn fremur hægt að fá allar upplýsingarnar birtar í Excel-töflu. Nánari upplýsingar íslensku eldfjallavefsjána undir flipanum nánari upplýsingar. Þar má meðal annars finna lista yfir höfunda, upplýsingar verkefnið og hvernig vitna skal í efni vefsjárinnar. Íslenska eldfjallavefsjáin ætluð bæði til gagns og til gamans. Uppsetning vefsíðunnar og samantekt þess efnis sem á henni var eitt fyrsta verkefni í heildaráhættumati vegna eldgosa á Íslandi. Yfirheiti heildarverkefnisins gosvá og niðurstöður einstakra verkefna innan þess má nálgast á íslensku eldfjallavefsjánni. Með tilkomu hennar hefur aðgengi að þessum mikilvægu upplýsingum verið auðveldað til muna og grunn- og framhaldsskólum verið veitt öflugt kennslutól eldvirkni landsins. Takk fyrir að horfa.